Þá er rauðin komin að íslensku gamanmyndinni Dalalíf. Leikstjóri er Þráinn Bertelsson. Ég kom ekki aftur 1:30. Mikið mat. Ég hélt að maðurinn ætlaði bara ekki mat. Hvað er þetta að gera, mann? Svo er hérna einn stórvaxin smálúða. Og gæsamamma. Nú, svo er það blessaður andastekkurinn. Þá er það bara komið. 42.535,60. Já, hvernig getur það nú kallast mikið? Bom, 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 bom. Æ, heyrðu, allsannskan handreiði. Ég hef trúlega glemt kreditkortinu bara. Nú. Daniel minn, ert þú með þitt? Þú við? Nei, ég hef skilið eftir mér til þingi. Ég bjóst ekki við að versla núna. Heyrðu vinnan, þá ætlum við bara að biðja að setja þetta á reikninginn. Það er Þór Magnússon. Varstu nokkuð eftir fleiri sem komið þar? Tja, það verður þá að kippa nokkrum bókum af þessu handa krakkaskinnunum hérna. Já. Já, má ekki gleyma barninu. Já, það er nú búið að loka þessu reikningi fyrir mánuði síðan og ég má ekki bæta inn að nema að tala við verslunarstjóra. Jú, þá bara talar þú við hann. Hann er verið mat. Heyrðu stúlka mín. Ég var að vera mættur niður í Seðlabanka eftir það bil 10 mínútur. Hvað heldur þú að verslunarstjórinn segi ef þú neitar að skrifa hjá okkur? Þarna kemur hann. Þið að spyrja það sjálfur. Þannig að ég glemdi hérna... Nei, blessaði. Blessaður. Seint koma sumir en koma þó. Þeir voru að biðja mig að bæta sinna reikningin. Já, var það, já. Það er lax. Já. Þú ert aldrei að humar. Á bara að fara að halda Jónsson hásumarið. Nei. Á minn kostnað. Hvernig væri að borga heldur svo lítið inn á reikningin? Eins og stóð til að gera daginn þegar þið glemdu tékkardinu? Já, jú, sjáðu, það stendur nú kannski svolítið einkennilega á núna hjá okkur, en við eigum nú von á stóri greiðslu núna eftir örfáa daga bara. Já, svo erum við nú fasti viðskiptavinir. Viðskiptavinir? Ef ég hefði fleiri svona viðskiptavinir, þá var ég farin á hausinn fyrir löngu. Ekki lifi ég á rjóma og rækjum. Hvað er þetta? Er þetta þakklætið fyrir það að við reynum að halda tryggð við þessa búð? Það var ekkert skrítið þó að vilji draga stundum í greiðslur eins og verðlagið er orðið hérna í þessari versluninni. Veistu hvað þetta kostar hérna? Þetta líti á. Nú er náttúrulega ef þú vilt að við færum viðskiptin eitthvað annað, allt í lagi. Ég vil bara að þið borgið reikningin. Já, voðaleg óþolinmæði er þetta. En nú bara smá úttekt þangað til við komum og gerum upp. Það er nú ekki eins og við sem að biðja eitthvað ókeypis. Nei, þú vilt kannski bara að við sveltum heilu hungri hérna. Það er velkomið að skrifa hjá ykkur eitthvað af brýnustu lífsnauðsynjum. Nei. Já, ætli við sleppum þá ekki svo samarinni hérna? Einkennilegur þessi verslunarstjóri að senda okkur burt með þunnindi sem hann hefði ekki einu sinni þorað að bjóða kettinum sínum. Það veit okkur nú að hafa súrmjólk og tvíbökur. Já, við verðum að fara að versla annars staðar, það er alveg ljóst. Já, góðan dag.
Jú, það kalda borðið SF, veistu þjónustan? Já, kaldasta borðið í bænum. Jú, við erum með alveg úrvalshlaðborð, hentar við öll tækifæri. Nú farin sendingin í Landsvirkjun? Já, hún löngu farin. Já, það skal við segja 600 krónur fyrir manni. Jó, en sko við bara nennum ekki að vera nema með það besta, svo að... Jú, það getur vel verið að þetta sé eitthvað örlítið dýrara hjá okkur heldur en þeim sem eru með einhvert ómeti. Ertu brjálaður? Þetta eru 2000 manns? Já, þá erum við að senda stúlku bara aukalag, 15 stykki. 30 manns segirðu, býttu augnablik, ég ætla að vita hvernig stendur á í eldhúsinu. Segjum eitthvað drengir, ráðum við 30 manns í viðbót fyrir 15 kvöld. Já, 30? Já, þetta er smávegis bara, það ekki? Jú, þetta ætti nú að sleppa. Já. Við. Jú, ég var búinn að ná því. Já, allt í rúma á. Jú, þakkaði fyrir. Blessaður. Sko, fínt. Já, góðan dag. Er þetta hjá kvöldverðarþjónustunni? Já, segðu mér, eru þið ekki ennþá með þetta ágæta kalda borðið ykkar þarna 380 fyrir mannin? Nú, er það komið í 400? Nú, sem það eru dýrt hjá okkur. Jæja, heyrðu, ég ætla nú samt að panta hjá þér mat fyrir 50-dagskvöldið. Já, það á að vera fyrir 15 personur. Já, það verður reyndar eitthvað að börnum þarna, svo það er kannski vissar að láta fylgja með diska fyrir 30 manns. Já, þetta er á Klapparstíg 42, en þið verða athuga að senda reikningin til Daníels Ólafssonar. Aftur? Hvað áttu við? Já. Jú, einmitt. Ég hef kunnað ágætlega við að skipta við ykkur. Ég lætti nú að fá afslátt út af það. Ólöglegt. Sel ég mat frá ykkur? Hverjum er þetta dett í huga að selja mat frá ykkur? Allt í lagi, góði, fyrst þú tekur þessu svona, þá skulum við bara sleppa þessari pantun. Já, gott, Daniel. Það er ekki komast upp með neitt múður, sko. Nú erum við á fæðuskeri staddur, maður. Já, það er kallað flæðisker, Daniel. Þið eru búin að fatta þetta? Já. Þið höfum við að gera. Við lifum ekki á kattafiski og súrmjólk til lengdar. Við þurfum að sjá búfræðingar. Afleysingarbændur óskast á stórbíli á Suðurlandi í 1 mánuð vegna bændafélag til Noregs, drottin. Listhafindur hafið samband í síma hérna. Hvað segir þetta, Daniel, að láta landbúnaðinn njóta starfskraft okkar hríð? Já, góðan dag. Daníel Ólafsson heiti ég, rektunar ráðunautur. Blessaður. Já, blessaður. Jæja, sætt fyrir fólkið. Blessaður. Já, því fáum veðrið til að ferðast. Já, það er ekki amalegt að bregða sig bara til Noregs svona háskaðræðistíman. Bjargræðistíman, Daniel. Hvað þurfum eiginlega að vona ykkur fyrr? Já, ég tafðist í símanum í morgun. Útlönd sjáðu til. Smá verkefni í Portúgal sem við vorum nú eiginlega búinir með. Já, þeir voru eitthvað óklárar á nokkru smáatriðum, svo þeir eru hringjandi á öllum tímum sólarhrings. Og enda vill maður náttúrulega ljúka þessu, maður byrjaði á því. Já, skiljanlega, en við höfum nú þurft að fara lítið betur í gegnum þetta. Já. Fara í fjósið og síðanlíkt, en ég eru kannski alveg klárur á þessu öllu saman. Já, veistu, ég held að við höfum búið þetta allt saman hjá okkur hérna daginn. Nú, annars er þetta nú ekki það stórt verkefni, sko. Okkur höfum alltaf fundist búið alveg nógu stórt. Jú, sjáðu til, Gunnar, það er ekki þannig meint. Auðvitað er þetta stór bú svona á íslenskan mælikvarða, en við Daniel við dróum heldur enga dul á það að við erum náttúrulega vanari landbúnaðar ráðgjöf og heildarskipulagningu fyrir ríkisstjórnir fremur en aðstoð við einstaklinga. Já, enda lítum við nú svona fyrst og fremst á þetta sem svona afslöpun fyrir okkur. Já, svona eins konar sumafrí. Já. Það hefur nú ekki verið kallað saumafrí hingað til að vaka allar sólarhringinu við sauðburðinum.
nei. Hvað segirðu? Söð hvað? Sauðburðinu, Daniel, nei, maður vakir sko allan sólarhringinn og meira til. Já, þetta. Já, nei, þetta var bara svona smá spaug hjá mér, sko. Ertu kannski að líta í fjárhúsinu? Já. Sæmi mér þú við náum ekki flugvilni. Ég hef aldrei verið spenntur þessu ferð og allra sísta skepninu lendi hjókunum. Svoða nú, Snjólfur. Og þú har nú einu svona æfinni til útlanda. Já, ég segi nú ekki margt. Jæja, fara að drífa sig að stað. Oslo býður í ofvæni. Háborg skemmtana lífsins. Líf og fjör. Daniel Ólafsson, Óðalsbóndi. Þór Magnússon, bústólpi. Blessaður. Og þá kannski bjóða þér að líta á dýragarðinn. Eru farin? Þau hver? Fólki á bænum. Já, þau voru að renna úr hlaði við, vorum að taka hérna við búinu. Og ég veit það. Frænka hringdi í mig og baði mig að koma og vera hérna og líta eftir. Líta eftir? Til dæmis blómunum. Já. Hvað heitir þú? Katrín. Sælblessuð, það er Þór Magnússon og þetta er Daniel Ólafsson. Er hann flóðveikur? Já, heldur þú það? Þannig minn, heilsaðu stúlkunni. Þetta er hún Katrín sem ætlar að líta eftir blómunum. Já, sæl. Ætlaði þetta kýrnar eftir fram yfir hátti? Já, við erum að láta þær eiga sig bara fram yfir helgi. Já. Við vorum að hugsa að láta þær út svona mánudag, föstudag. Á þess að mjólka kannski? Nei. Nei, við áttum nú við að það væri ekki óhætt að setja þér út fyrir eftir helgi, sko. Eftir helgina. Það er kannski óhætt að mjólka þér. Já, við vorum einmitt að fara í það núna við Daniel. Komdu. Er ekki eftir lagi? Jú, fjótið þarna. Já, við vorum bara svona áttavittir svolítið svona fyrsta daginn. Það er Daniel minn. Jæja, Daniel, þetta var fjósið. Nei, slappa það maður, þetta er ekkert mál. Ekkert mál? Daniel, ég kann ekki opna mjólkurferðu. Ég veit alveg hvernig maður gerir, ég oft sé það. Þú veist, maður kreistir þetta bara spenna á það. Já. Hvaða spena, Daniel? Þetta er naut, maður. Það fara nú ekki að kreista neitt á því. Eldóra! Þessi hreint er að banka þér. Jæja, strákar, hvernig gengur? Já, bara vel svona, já. Kýrnar blessaðar, þetta eru mest svona, mest klaufdýr, svona. Já. Sko, það er eitthvað ólögulegar fötur sem þið eru með hérna? Er ekki alltaf lagi? Jú, mikil óskur. Bara síðustu 30 ára hefur okkur nú þótt handhagar að nota meltavélarnar. Meltavélar? Já, ég vissi það nú alveg, sko. Mér þykir alltaf betra að fara svona rólega af stað og kynnast kúnum svona persónulegan hátt. Já. Hvað segirðu þið? Hvar eru þið með þessar meltavélar? Nú, í mjólkurhúsinu auðvitað. Hvar ætti þær annars staðar að vera? Já, ég segi það. Já. Daniel, var það ekki eitthvað svipað þessu sem við rákumst á í þjóðháttarsafninu í Kongó? Já,
Þetta eru nokkuð gamlar vélar. Þau eru svona 10 ára. Já, sagði ég ekki, sko, 10 ára gamlar. Gallinn við Íslendinga, hann sá að þeir hafa aldrei getað tilengað svo nýjungar. Herðu, já, það var einmitt þessi tegund sem gafst mjög illa þarna í Kongó. Meinar í alvöru að þau komist upp á lag með að nota þetta? Já, auðvitað. Ég á nú bátt með að trúa því. Já, þetta stórmerkilegt. Herðu, þú endilega að sýna okkur hvernig þetta var notað. Þið getur þá allavega þau fyrir mig kýrnar. Já, klaufdýrin? Já, ekkert mál. Þó það nú veri. Hvað ertu að gera, maður? Sagður ekki eftir að þvo þeim? Já, svona var það farið aðeins í gamla daga. Jæja, ofur minn. Þá eru þetta langsamt búið. Já. Væri gott að leggja sig aðeins. Já. Það sko þetta eitthvað líjandi. Æjá. Það er ekki að klára mjólkar. Við vorum að mjólka, erum við ekki búnir? Ekki í nýja fjósinu. Þetta er allt saman nýja vélar hérna, ég þarf náttúrulega ekki að kenna ykkur á þær. Nei. Blessu sjöttu sveitin mín, sumar vetur ár og daga, inn í fjöllin áinn þín, yndislöga sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn og fjarlæg draga, blessu sjöttu sveitin mín, sumar vetur ár og daga. Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, engi fjöllin, áinn þín, yndislega sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlæg draga, blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, já, Hvað er þetta að gera, maður? Sérðu það ekki, ég er að merkja landið. Það er ekki gert svona, það var klippt í eyrun á þér. Daniel, vildir þú að ég klippti gat á eyrað á þér? Við verðum marga mánuði að teikna á eyrun á þeim öllum. Já, það er sagt. Við þurfum að vera til einhver handhægari aðferð að merkja líka. Já. Þetta er ómögulegt. Heyrðu, það þarf nú ekki að vera neitt mál.
Jæja, þú ert að reyna að hjálpa til. Ég nú ekki búfræðingur. En ég verið í sveit í þó nokkuð mörg ár og ég hef aldrei séð önnur eins vinnubröð svo ég sé til ykkar í dag. Já. Baldur og frænka segir þú hringir frá Noregi í kvöld. En leist nú satt að segja aldrei á að trú ykkur fyrir búinu. Já, heyrðu, Daniel. Hún heldur trúlega að við séum hérna í afleysingum. Já, þá greinilega einhver leiðinda misskilningur á ferðinni. Meinar virkilega að þú hefur ekki verið sett inn í máli? Þetta var hún ekki sett inn í máli, Daniel. Þetta er trúnaðarmál. Frænka mín sagði mér að... Já, frænka þín veit ekkert þetta. Hún heldur að hún sé í sumarfríi í Noregi. En ekki hvað? Æ, Daniel, ég sé ekki betur við verðum að segja henni sannleikann. Þetta nú trúnaðarmál? Já, þetta átt að vera trúnaðarmál. Ég sé ekki betur frænka þín sem komin vel á veg með að klúra þessu máli endanlega bara. Já. Nei, sjáðu til, Katrín. Sko, þannig mál með vexti að landbúnaður í landinu, hann stendur núna aðeins í höllum fæti eins og þú náttúrulega veist. Sko, það veist að bændum og sauðfélagið úr öllum áttum. Það verður settir fólk sem vill bara útrýma bændum og kýrum og... Já, þeim líka. Leggja bara landið undir eitursbúandi fabriku. Stóriðju, svo að sé hægt að halda áfram að framleiða eldflögur og hergur handa heiminu. Svo þú hefur heyrt talað um stóriðju, þetta ekki? Jú. Já, ég vissi það. Þú ert náttúrulega nútíma manneskja og fylgist með. En málið það að landbúnaðarsamtökin, þau eru loksins farin að sjá það að gömlu aðferðirnar, það dug ekki lengur til þess að rétta landbúnaðinn af. Og það einmitt ástæðan fyrir því að ég og Þór Magnússon, dósent, við vorum kallaðir heim frá útlöndum til þess að gera lokatilraun hérna á Neðra-Hálsi. Jafnvel þó við værum báðir í fullu starfi hjá Sameinuðu þjóðunum. Sko, ég get sagt þér það í fullum trúnaði að þetta er algjörlega leynileg tilraun. Svo leynileg að það bara veit enginn hana. Já, Katrín, við héldum að frænka þín hefði verið sett inn í þetta mál, en það hefur ekki verið gert. Nú henni kannski ekki treystandi til þessari manneskju. Eru þið ennþá að reyna að tella með trú að þetta vissin í einhver skipt við landbúnaðartilraunir? Þór, það er svo undarlegt á þessu landi. Það trúir enginn á snillinga. Ekki fyrir við erum dauðir. Katrín mín, lítum við út fyrir að vera einhvers konar grínistar? Ég veit það ekki. Heyrðu, frænka hringir frá Noregi í kvöld. Ég læt hana bara spyrja frænda hvort það sé satt. Nei, heyrðu, ekki orðum þetta er síma. Nei, þetta er trúnaðarmál. Já, að tala í síma það er eins og að tala í útvarp. Það er njósnað hvert einasta orð sem talaði milli landa. Með því að segja eitt orð í ógátu þá getur þú bara þurrkað út framtíð íslensks landbúnaðar bara á einu bretti. Alveg bara. Ég vil alls ekki gera neitt ógátu. Þakka þér fyrir það. En sjáu til, þú getur hins vegar gert okkur talsvert gagn með því að þegja yfir þessu. Þú veist líka að þú væri til í aðstoða við þetta uppbyggingarstarf. Hvernig? Já. Jú, sjáðu, það væri stór munur að þú tækir að þér minni háttar viðvik eins og segjum mjaltir og þess háttar smottir í svona, þannig að við getum einbeitt okkur að rannsóknarstörfunum. Já, Daniel, það er náttúrulega ekki víst að hún treystir sér til að mjólka ein, þetta er náttúrulega ekki kvenmannsverk. Nei. Kvenmannsverk? Vistu ekki get alveg mjólka? Nú, já, fyrst þú endilega vilt, þá er ágætt að þú gerir það bara með gamla laginu. Nú, ég geti hins vegar tekið að mér að sjá matinn og þess áttar. Það verður náttúrulega allir að hjálpa að stað hérna. Já, ekki fyrir mig takk. Ég borða bara grænmeti. Ég ætla inn í gróðurhús og fá mér salat. Grænmeti? Katrín, þetta er eins og talað út úr mínu hjarta. Veistu það, Katrín? Ég hef svo mikið ógeð af fólki sem getur borðað lík. Eigum við að fá okkur eitt salatblað og kannski 1 eða 2 físibaunir? Daniel eltir sjálfsagt upp einhvern mállýsingjan, murkar á honum lífið og nagar.
þetta ekki óvenju fjörugar kýr? Hans þetta sniðugt, sjáðu. Eggin safnast saman í svona stokka. Já, eins konar eggjastokka. Já. Talaði bóndinn nokkuð hvenær ætti að setja þær út? Hænurnar? Já. Nei, það held ég ekki. Ef ekki bara byrja að kvötta því. Ertu brjálaður maður? Þá heldur að við séum algjör hæn. Ekki ljómandi veður bara núna? Hleypaði út núna? Já. Nei, það ekki bara fyrir vesen? Já, það er auðvitað gott að við kýrnar. Já. Hólmar og stjörn reyða sig blöðum og aðrir bönn. Daniel. Já. Það ekki verið í lagi að setja þær út? Já, alltaf voru hænurnar út í þess að ég verið sveit. Já, það? Já. Voru þær svona margar? Það er svo sé ekki nóg pláss hérna. Já, ég segi það. Þær fá ekkert súrefnis eitrun, er það? Nei, þetta er það. Já, nú kannski vissar að hafa þær ekki mjög lengi úti svona í fyrsta skipti. Katrín, fyrirgefðu, þú fundur svo mikla sviðalykt, það sé ekki best að við berum á þig svo lítið. Jú, sjáðu, hér verður allir að hjálpa að stað, Katrín. Heyrðu, já, það minnir mig á það, Daniel. Já, heyrðu, það var smáatriði sem við ætlum að spyrja þig að. Já, ég þægi hvernig við komum hænunum inn. Það er að ykkur, hleyptu hænunum út. Já. Til hvers? Jú, sjáðu til, Katrín. Til hvers að kúnur hleypt út? Þú þurfur ekki að fóra lengur, til að aukist þið í nýtti. Laugrétt, Katrín, laugrétt. Þú heldur að aukist ekki nýttin í hænunum við að komast út í góða verið? Þetta er mjög merkileg nýjung, Katrín mín, sem mjög fáir vita ennþá. Þarna er einn. Heyrðu, Þór, vitu nú við allir. Jú, heyrðu, ég held að það sé komið tími til að setja þér inn. Það er búin að vera alveg nógu lengi út í Já. Fyrirgefðu, Katrín mín, fyrirgefðu. Þú leyfa þessum að vera aðeins lengur bara og koma og finna hinna. Jesús, hvað eru þú búin að gera? Já, sýnist þér ekki bara að hafa haft hansi gott að þessu, Daniel? Jú, mér sýnist það bara miklu hressari núna. Já, þetta er allt annað og betra. Veikst nú ekki vaxið af þessari? Hvað er að? Ég verð hugsa vel um það. Já. Danni minn, aðeins býta aðeins yfir. Katrín, ég ætla að koma með þér í fjósið. Já, það er eitthvað annars sem ég þarf að setja þér betur inn í. Daniel minn, þú hjúkrar hænun, er það ekki, vinnur? Já, góða, ég skal sjá því.
Ég held bara að þið ætluð að gista í fjósinu í nótt. Já, það er allt sem þarf aðtúfa, Daniel minn. Það þarf að fylgjast með öllu náttúrulega. Já, það segir þú satt. Ég tók til kvöldmatt ykkur þarna. Já. Ég matlaði mér nú bara gogg og vang svo ekkert færi til spillis. Skilur? Má kannski bjóða ykkur bita? Nei, takk, Daniel. Ég borða ekki vini mína. Nei. Ég náði nú aldrei að kynnast þessari náði, sjóðu. Þór minn, ertu vissum að þú viljið ekki hennan síðasta bita hérna? Það sé vært. Nei, takk. Það sé vært. Ég ætli kannski að sitja hérna í kvöld og jafla þetta grænfóður, en það bara bendi ykkur á það. Nú er að byrja breakdance-keppni í Óðalín. Já, ég ætla sko ekki að missa henni. Komið þið með? Já, það geta verið gaman. Ég er svo hress eftir matinn og endur verður. Hvað segir Katrín? Þetta er alveg blökk. Ekkert mál. Klefin ég. Glemdi, kom með penning í sveitina. Já, alltaf óheppin. Katrín, ég mætti kannski bara bjóða þér á dansleiki. Hvað segir það? Ég sé nú ekki að þú bjóði mér. Þú getur kannski lán með penning þótt til fólki kemur aftur. Hvað? Mitt er þitt? 1000? Eru þakkaði fyrir? Já, ekki þakka. Ég ætla upp að ringja eitt símdal og skjóta föt. Ég verð enga stund. Þarna séu það kall minn. Það er sko engar grænmetisætur sem að hvern fólk hrýfst af. Nei, það eru sko fjármálamennir. Hvað fyrst þessa peninga? Peninga? Höfuðstóll kartaborsins, elsku kallinn. Það er komið að ballið. Já, þið kannski að skóla handa þér aðra gulrót? Heyrðu væni minn, þetta er bara frátekið. Nú, handa hverju? Maðurinn sem situr við það. Já, komdu með matseðil, ég er orðinn svo svangur. Heyrðu því miður, það er ekki seldur matur. Er hann ekki að borða mat, maður? Já, þetta er sérkvæmt að fá salkjörðan. Og ekkur kemur ekki með disk handa manninn. Það er svangur. Hann má borða það bara alveg eins og getur við henni. Ekki dögn með þjónin. Nei, veistu það, þeir eru svo varasamir sumir.
Og við búum með þetta hérna og getum bara pantað meira. Að þessu? Ekki kampavín? Það ég drekk aldrei annað en kampavín. Ég er nefnilega bindismaður. Sama segi ég. Ég skemmti mér svo miklu betur án áfengis. Og svo bara fæ ég mér? Já, gjör svo. Viljið stjórnaður? Nei, hvað er að sjá þetta? Ætlar að fara að snæða líka, sko, Karl? Danni minn, blessaðu að fara að fá þig snúning. Snúning? Það var nú meiningin. Oj, så vi har med sjukor, kaugodan svojmaje, skontekar inte till sjukabilen om, så skontekar. Nej, det är alltid jag är bara dansa. Dansa? Det är det allra bästa som jag får att släppa dansa. Vad säger du? Så får jag dansa med. Aj, Daniel. Hvað kviknaði í? Kviknaði hverjum? Finnur þú brunalykt? Brunalykt? Nei. Ég verð að segja leyndarmál. Mér finnst eins og ég finni fjósalykt. Hvað er það? Fjósalykt? Þetta er sko besta lykt sem ég finn. I love it! Þetta meina þetta? Mér finnst eins og ég sé aftur komin heim í sveitina. Hvað? Hvað? Hún er að þér! Nei. Fjósalyktin er af honum! I love it! Ég verð að kynna mig. Jónas Reynils, kallar Jóðar. Já, eins og Jóðar-húsinu? Jóðar-húsið? Jóðar-húsið, það er ég. Hvað meina þetta? Hvað er Jóðar-húsið út að skemmta sér núna? Er ég eins og maður sem er úti að skemmta sér? Nei, hvert á móti. Ég er í felum. Já. Og ef ég væri það ekki, þyrfti ég að fara þarna í Seðlabankann og hlusta á okkur að ræður. Já. Veistu mikið gefið fyrir ræður? Nei. Nei, ég sé það á þér. Þú ert ekki mjög ræðulegur. Nei. Hvað heitir þú annars? Þór. Þór Magnússon, óðalsbóndi úr Kjósinni. Bóndi? Það er bóndi? Já, óðalsbóndi. I love it! Alltaf tíð dreftu það. Vera bóndi. I love it. Já, veistu að það er þroskandi. Þú ættir að fá þér í jörð. Já, 2 jarðir. Það er bara aldrei að gera neitt. Alveg sama hvað ég kaupi marga jarðir. Ég var aldrei að moka skýtt. Veistu, ég myndi gefa aðleguna bara fyrir það að fá bara upp í sveit og moka skít í vikutími eða svo. I love it. Aðleguna? Sjáðu nú til, þetta er býsna einkennileg tilviljun. Þannig er að ég er að gera þessi nýstárlega landbúnaðartilraunir þarna í Kjósinni. Ég er meðal annars með Dalalífsvikur svokallaðar. Dalalíf? Dalalíf? I love it. Já. Það hefur verið vandamál íslensks landbúnaðar að fá vinnuaflum bjargræðistíman. Þess vegna er ég núna komið með þessar Dalalífsvikur sem meðal annars fela það í sér að almenningi, borgarbúum gefst nú kostur á því svona gegn hæfilegu gjaldi, sjáðu. Peningar eru aldrei að skipta neinu máli. Þetta er alveg rétt hjá þér. Peningar skipta sko ekki neinu máli. Hvað segir að peningar skipta ekki neinu máli? Þetta skipta peningar miklu máli. Já, þetta er alveg rétt hjá þér líka sko. En mergur málsins er sá að núna loksins gefst borgarbúum tækifæri til þess að vinna sveitastörf í faðmi náttúrunnar undir handleiðslu reyndra manna. Hugsaðu þér moka skít og... I love it!
Hvað er mörg 0-10 þessu? Það er ekki svo nógið séð til. Já, ég held ég geti fullist það, Jóðir. Kallaðu við bara Jóð? Já, Jóð. Ég get fullist það að þú kemst á þessa viku sem hefst núna strax eftir helgina. I love it. Og í 9. og síðasta sæti var sá sem einnig var valinn vinsælasti keppandinn, Daniel Ólafsson. Gefum honum gott klapp. Fantastiskt. För att det är sånt att de vill dansa. Ja, men ja. Ja, det är alltid så stort så sen det var gryntaträffet senast. I'm high Torshavn. Ja. Nej, godaste att försöka räcka runt tom och gläser. Jag tycker att det är störtna dansen. Och så är alltid framme barnen. Så jag tar alltid också till vinst. Det är något som jag ger i skuld. Ja. Ska du göra det och smaka. Det är likör som vi lärde till i hushållsskolan. Papper. Inte så gammalt. Och sitter man vid det. Jag vet en droppe himla i sin, inte? Bara lite. Du tåler det här som åt. Ska ta. Oj, just det, faktiskt sett i halsen. Det är just det. Visste du það? Og ég segir alveg satt. Svona konu hefur mig alltaf dreymt að kynnast. Þú segist alltaf í viðskiptaferð til Japan. Jón minn, þú segist alltaf að fara í viðskiptaferð til Japan. Ég segist alltaf að fara til viðskiptaferð til Japan. Svo engan grunn. Engan grunn. Síðan kemur þú og sækir mig á snekkjunni þinni. Nei, ég sæki þig á þinni snekkju. Á minni snekkju? Já, minni snekkju. Þetta er ekkert mál. Þú manst þetta? Veistu, ég ætla ekki að lýsa því hvað ég er spenntur að komast í sveitasælum. Já, ég trúi því. Það verður að sækja mig. Við maður hafi ekki alveg svona hátt. Jóðir vinur minn ætlar að láta sér renna aðeins í brjóst. Því að óðrerir nú uppi kominn á alda viðs jaðar. Þá spyr ég þig, Daniel Ólafsson, viltu ganga að eiga þá konu sem stendur hér við hliðina á þér? Já. Þá spyr ég þig, Marit Heinesen, viltu ganga að eiga þennan mann sem stendur hér við hliðina á þér? Já, takk. Nú bið ég ykkur að takast í hendur. Sól skein sunnan á salarsteina. Hvað segja bændur? Það er alltaf verið að gifta. Nú, það gengur ekki á öðru, það verður að gera það. Jú. Jón, nú verður. Já, ekki svo flokkur. Nei. Bara, mástund. Sól skein sunnan á salarsteina, þá var grund gróin grænum lauki. Ég óska ykkur allra heilla í nafni Guðanna. Þá segi ég þessari athöfn lokið. Það verður þitt síðasta hlust. Í alveg snakka. Var ekki sleim við það? Var ekki sleim við það? Jú, þetta er allir með, hann er bara svolítið kvöldsalugreið. Hvað er kærastinn? Hann er ekki kærasti.
Þú heldur hvað? Þú ekki lengur. Hann hefur miklu meira gaman á að kássast upp á annað kvenfólk. Trúið þér ekki að voðaleg mannleysa þetta. Varstu hrifin af þessu? Ég veit ekki. Jú, pínu lítið. Ég skil ekki kvenfólk sem verður hrifið af karakterlausum aumingjum. Ég skil það ekki heldur. Það er svolítið sætur. Hvað? Hafi sólarlag sætútin hör og svona ætla vera hvert einasta kvöld með hreinan og ljúfan og heilnæman lauk og híminn bláan og speglandi sæ. sem ég var að segja þér frá Daniel. Já, já. Hann ætlar að lána okkur bátinn sinn hérna niður frá. Ég getum haft það fyrir skrifstofu meðan námskeiðinu stendur svona. Þess að við höfum betra næði til þess að fylla út skýrslur og þannig. Velkomin, ég vona að það væsi ekki um þig. Við erum með tjald hérna fyrir þig á endanum. Þetta er fínt, bara mist ekki á það. Því verra, því betra. Það lofum við. Ég vona bara að ég hafi nóg að gera, veistu, ég hef ekki mokað flór í 20 ár. Nei, Sölvert, ert þú hér? Nei, ég er eiginlega í Tókíó. Sama segi ég og við. Það má ekki spyrjast að ég sé hérna. Nú, má konan ekki frétta það, ég skil. Alltaf samur og jafn. Það var nefnir konan sem heimtaði færi hingað. Hún sagði ég að kynnast sveitalífunum einhverju móti. Nú syngja konan er Sísi orðin svona hrifin af sveitalífinu. Dídí, hún er nú reyndar ógeð á landsbyggðinni. En málið er að það var að setja mig í framboð fyrir flokkinn í haust á einhverjum útkjálka. Og maður verður jú að geta að tala við kjósendur, þú skilur, kýr, hunda og ketti og hvað er nú heit öll þessi dýr. Kindur. Einmitt, og ég hef aldrei verið í sveit nema þennan vetrapart á Samvinnuskólanum. Það eru nú færri á þessum námskeiður en ég hef reiknað með. En maður kynnist þó alls konar fólki hér. Komdu sæl, Guðmundur Sigurðsson. Já,
Anh tới đây mình đi chung với vợ. Dạ. Tụi tôi tới đây cũng được mấy ngày. Giờ này nắng là cũng hơi lạnh. Tôi rất mừng được nói chuyện với anh. Tôi tên là Snorri Sturluson. Já, enda það var gaman. Já, Khi nào có já, rảnh, já. lỡ trò tôi uống cà phê chơi. Já, já. Hiểu đó cha nội. Einmitt. Já, já. Já, Snorri. Já, Þór. Ping-pong í kvöld. Eitthvað gengur nú á þarna. Já, nấu cơm, cà phê, cà pháo đi. Cà phê đâu, thắt xít cái. Để cà phê hư không nội. Gaman að sjá að unga fólki hefur líka áhuga á landbúnaðinum. Hvernig líst þér á hérna? Vẫn vậy chơi với cùng bà xã đó. Óboðslegt. Já, já, já. Já. Það já. Góðan daginn, það er blessuð blíðan. Já, það má nú segja. Ég var einmitt að nefna það við konuna mín áðan að það er ekki síður að vera í tjald en að eiga sumarbústað. Já, það er orðin leið á sumarbústaði. Nei, við stefnum nú að ég eignast einn á Þingvallasvæðinu, þangað til verður tjaldið að duga. Konan mín er svo mikið. Já. Einar minn eftir ekki að koma. Þú sagði að sléttin er að byrja. Ég er rétt að koma, hjarta mitt. Heldur þú höfum nokkuð gleymt bakteríunum? Hvað á þið að gera? Það er ekki best að byrja á því að stinga þér í poka bara og hvíla þig fyrir átök morgunsins. Nei, má ég ekki stinga út á Fjárhúsunum? Bara rétt áður en Nei, námskeiðið hefst ekki fyrir á morgun, sko. Nei, nokkuð spörð, Ég vil enga smunda því. Hvað segir Daniel? Gerðu það! Gerðu það! Það er ekki lægi, annars ræður fórnum meira um þetta ég. Einn í krók. Ekkert málvinur, bara... I love it! Það er ræs! Já, hans, Snorri. Ping-pong í kvöld. Hvernig var uppstreymi hjá þér? Það frekar daburt, ég hef búin að vera hérna þetta nótt. Þú prófaði fíðinni fyrir ofan skóginn. Það er bestu uppstreymi bara á landinu, maður. Það er ekki sagt það fyrr. En hvað? Jæja, góðan daginn. Hvernig var þátturinn? Gott. Jæja, hvað segja bændurinn? Nú eru vinnuveðrið, maður. Þetta er fínt. Jæja, við byrjum á morgunleikum minni. Allir til. Þér er bara eins og ég. Ykkur stundu saman. 1, 2. Og til hliðar. Ég er með vottor. Ég tek ekki margt á vottorum. Það er fór Steingrími sjálfur. Já, ég mynd. Þetta er nú eitt af þeim sveitastörfum sem allir þingmenn verða að kynnast. Jú. Sjálfsögur. Þetta er stuðningur ykkar bændana og sérstaklega þinn ómetanlegur
og því ég lét til leiðast bjóða mig fram í þessu kjördæmi. En hérðan er ég nú ættaður, og römm sú taug og framvegis. Ég veit að við skiljum báðir að íslenskur landbúnaður er undirstaða þjóðlífs á Íslandi. Og það er með hagsmuni sveitafólksins að leiðarljósi sem ég hef fallist á að bjóða mig fram til Alþingis. Ég veit að við hugsum báðir á sama hátt. Góð daginn. Blessaður. Hvað segja bændur? Gott bara. Já. Eitt annað í matinn. Svo vel. Já, viltu súpu aðeins? Ha, já, endilega. Já, já. Blessaður. Kannski halda á þessu hérna? Já. Best að borða þetta. Fjarlægur stuðningur ykkar bændana og þá sérstaklega til ómetanlegur úr því að ég lét til leiðast að bjóða mig fram í þessu kjördæmi. Hérðan er ég nú ættaður og römm svo taug og svo framvegis. Við skiljum að íslenskur landbúnaður er undirstaða þjóðlífs á Íslandi og það er með hagsmuni sveitafólksins að leiðarljósi sem ég hef fallist á að bjóða mig fram til Alþingis. Ég veit að við hugsum á sama hátt. Chúng tôi muốn cần 2 con bò. Có thể chúng tôi đem 2 này ra kéo thử được không? Chị biết con này đủ sức hay không? Einmitt, eins og talað út úr mínu hjarta. Cảm ơn. Kata mín. Já. Ert þú nokkuð að brenna ruslið þarna niður frá? Brenna ruslinu? Nei, skrítið með þennan reik þarna, sjáðu. Hvað er þetta? Þú kannski aðtöða það? Er minn í heilsufæðinu? Daniel, eigum við ekki bara að koma í gróðurhúsið?
Nei, alveg talað, Katrín, þá finnst mér aðalatriði í samskiptum fólks að vera ekkert að þykjast annað en maður er. Vera bara opinn og heiðarlegur við alla. Já, mér finnst það nú líka. Já, er það ekki? Jú. Morgunleikum minni? Nei, hvað áttu? Veist að ég get ekki sofið nefnum til 5. Þannig að ég skrapp og mjólkaði kýrnar áður en ég gaf hænstónum. Sko, ég skil ekki akkur þú ætti að vera með einhvern hundsrass út í mig. Bara því að stúlkurinn líst betur á mig en þig. Sagði mér það líka gæra hún þyldi ekki menn sem væri ekki hægt að treysta. Sko, ekki bað ég þig að þykjast vera grænmetisæta til að ganga í augun á henni. Verðum líka viðurkenna það, henni hlýtur að hafa blöskra þegar hún sá þig vera að rífa í því einhver dýr sem var einhver maður út í bæ hafði murka lífur. Eftir allar fagurgalan þetta náttúru fæði og það allt svona. Ég vona nú samt Hólmur að þetta þurfi ekkert að spilla okkar sambandi. Ég held ég geti sagt það alveg fyrir okkur bæði að þú verður alltaf velkominn á heimil okkar hjóna í framtíðinni. Svona sem gestur. Það fyrir ekki því gríp fram í fyrir þig, Daniel minn. En hver er þessi stúlka sem stendur þarna heima á hlaðinu, við hliðina á unnustíðinni? Sjá. Já. Já, býttu við. Hörðu. Mikið kannast ég við þessa mannesku. Já. Já, ég hef örugglega síðan áður. Já, sko þurftu minnugur. Já, ég gleym ekki andlitum. Býttu við. Já, ef mér skjáttlast ekki því meira, þá er þessi blómarós engin önnur en stúlka sem þú kvæntist nýr á Austurvelli hér kvöldið í votta viðurvist. Og nú sýnist mér bara að vera að koma til þess að taka við búsforróðum hér. Nei, það var bara grímað. Já, þér hefur alveg látt að segja henni það. Heyrðu? Já, býtu. Já, þú getur bara sagt henni það sjálfur, mér sýnist nú vera að koma bara. Nei, heyrðu þú verður að hjálpa mér. Það getur nú reynst voðalega erfitt hann minn. Láttu ekki svona maður. Við mátt að vera vinir, er það ekki? Segðu, gerðu það? Gerðu það. Nei, gerðu það, Þór minn. Gerðu það, Þór minn. Já, við skulum sjá til. Hæ? Já, hvernig væri vinni það ég segði henni bara að þú væri orðin svo óþolinmóður að bíða. Hæ? Að þú hefði bara farið til Færeyja að leita að henni. Þú prófa það? Þór. Já, hvað sagði það? Þetta fara? Já, herðu, þú felur þig í skóginu frá bæinn. Bara megin kemur í burt. Ekki fara strax, Þór! 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 Sælega, stúlkur. Kemur þið? Hvað hefur eiginlega verið? Þetta er konan Daniel. Ég vissi ekki að það væri giftur. Á ekki að segja hann. Já, Katrín mín, það er margt sem þú veist ekki um hann Daniel. Þetta er nú vinnu minn og ég vil nú ekki vera að slúðra um hann. Sæl bless, velkomin. Góðan daginn. Daniel gaf mér þessa adressina og sagt mér að koma hérna svo skjótt som mögulegt. Vonið að þetta er rætti stafurinn sem ég er komin á. Hvað er hún að reyna að segja? Ég meina, talar ekki íslensku? Já, ég að tala íslensku. Þetta er alveg óhefnileg tími sem er komið og já. Oj, huldigt, já. Óhefnilegur tími, nei. Þú kemur nákvæmlega á réttum tíma. Málið er bara það að Daniel þurfti að fara á afar mikilvægan fund Akureyri. Akureyri? Akureyri, já, það er höfuðstaður Norðurlands.
Og hann bað mér sem sagt að sjá til þess að þú hefðir það sem allra best hérna í litla herbygginu hans þangað til hann kemur aftur eftir örfáa daga. Hvað er verið að fara með þessa málningu, góðu minn? Já, hún sagði ég mætti mála hlöðuþakið. Sagði hver? Það er ekkert innifalið í þessu námskeiði. Já, og ég borgaði málninguna sjálfur. Já, það tegnar öðru máli. Þá er bara að drífa sig að fara að mála. En það má engin annar mjólka. Jæja. Já. Er ekki best að ég sýni þér herbergi eiginmannsins? Það maður sem missa hann? Nei, hans er þetta gerðarlegu gaukur. Já, er eitthvað fann að koma nýr í íslenskunni? Nei, veistu þetta heldur með bara Nei. Húhú. Er hann að kúka? Hvað heitir þú? Kúka bara sjálfur. Sættan minn. Hvað er þetta að gera, maður? Kendan á því að gera mér svona byggt við. Ég ætla nú bara að koma með mat handa þér. Já, takk. Þú ert kannski ekkert svangur? Jú, láttu ekki svona, maður. Þú brá bara svolítið. Já. Heyrðu, þú nú fyrirgefið, ég kom ekki fyrir en það var nú bara stytt upp eins og kannski veist. Og ég bara treysti mér ekki út. Þú skilur það nú. Ég kom hérna með bók handa þér. Asterix og bændaglíman. Það sé skemmtileg. Það vantar nokkra síður hérna aftast bara. Já. Það er ekki allt í lagi. Það er ágætt að hafa þetta til þess að stytta sér aldur. Stytta sér stundina, Danni minn. Já. Gulrætur einu sinni enn. Akkur kemur aldrei með neitt nema grænmeti handa mér? Man geti haldið að vera hefna þín. Hefna mín? En Daniel, ég kem hér í hvernig veðri sem er. Ég klæði mig upp á nóttunni til að væra þér mat. Ég faldi þig hér í skóginum. Ekki er ég giftur þessari stúlku, en samt legg ég nótt við dag að koma henni burtu. Hvað sagði hún þegar þú sagðir henni að ég verið sestur að þið færi? Hún er að fara. Já, ég kem henni burt hérna bara á morgun, síðasta lagi hindaginn. Þú ert búin að segja þetta í heila viku. Daniel, hvað get ég sagt nema sannleikann? Er Kata alltaf jafn reið? Nei, veistu, ég held að sé að vera reiðar og reiðari bara. Það er nú ekkert gaman fyrir stúlkuna að horfa upp á konuna þína stanslaust eftir það sem ykkur hefur farið á milli. Hún er ekkert konan mín, maður. Hvað? Hvað? Nei, það var víst ekki neitt. Það var bara spaug. Já, þetta var hansi skemmtilegt spaug, sko. Nema konunni fannst það ekki. Heyrðu, Danni minn, ég held ég verði bara að fara að drífa mig. Mér sýnist eins og að síðan fara að gera þessa ægilegu dembu. Nei, hvað klukkan er ekkert orðin? Jú, veistu, Kata vildi endilega tala eitthvað við mig, sko. Það? Já. Þú, ég veit, Danni, að þú vilt ekki að hún fara að leita að mér og finni þig hér. Viltu það? Nei. Viltu það, Daniel? Er það svo? Nei. Nei, allt í lagi, vinur. Farðu þá vel með þig, Danni minn. Ég hefði fegin viljað vera lengur. Þú plumaði hérna með útvarpið og svona. Er það ekki, vinur? Bless, Danni minn. Þór. Já, Danni minn. Þú ert ekki að spá í hana, það? Daniel, myndir þú spá í unnustu besta vinnarins? Daniel. Já. Eitt veit, eru í mér, eitt veit, svona lækka aðeins læra, svona, fínt svona, ok, nei, ok, eitt veit, halló, eitt veit, testing, eitt veit.
Fyrirgjáðu, ég voru að hafa gert mitt við. Glesinni kemur maður, ríðandi hesti á. Arizona er staður sem hann hefur mætur á. Léttviti er hans bátur, dyggur og góður þjóð. Lukkulág er kátur, laganna vörður og þjóð. Með sexleipunni er hann sneggri, en skuggina skjót í mark. Léttviti hans með hrekki, gerir á heilmikið hark. Lukkulág er fetti, framar en aðrir menn. Ég held bara enginn geti sigrað hann láta enn. Fara góða? Neðrahálsi í Kjós. Og það var einkenni í tilviljun. Þekkir eitthvað hvar? Já, maður minn er að vinna þarna, Þór Magnússon. Búfræðingur? Búfræðingur? Já, ég skil. Það minnst ekkert að við mig að væri giftur. Nei, ég held nú alltaf að viti það sjálfur. Þetta er alveg einstaklega óábyggilegur maður. Enda er ég að reyna að skilja við hann. Aftur á móti er vinur hans, Daniel Ólarsson, alveg sérlega vandaður maður. Þú er það, já? Já. Ég hef afskaplega lítið samband haft við þá. Ég hef verið í Noregi, bændaferð. Jæja. En ég var kallaður heim fyrir tíman á aðalfund hjá grænmetisversluninni. Já. Heldur annars að sé eitthvað ólag á símanum? Ég bara veit það ekki. Það hlýtur að vera eitthvað að þessu sjálfvirka símkerfi. Ég er oft sinns búinn að reyna að hringja heim frá Noregi. En ég fæ alltaf samband við Færeyjar. Og alltaf sömu konuna í Færeyjum. Og hún talar ekkert nema færeysku. Og ég skil ekki orð af því sem hún segir. Já, það var einkennilegt. Einkennilegt? Hér stóð bær með föstu bjórar. Hér stóð bær á lágum hól. Hér stóð bær sem ferskur minning og verður fram á morgunsól. Hér stóð bær með blóm á veggjum. Hér stóð bær með röðutum. Hér stóð bær og veggja brotin en á verði læta kjör. Ég hef nú hingað til að tala bóndi hér. Bóndi? Nei, þá kallar við ekki borga þá.
Martin, kom hela med hjälp åt dig. Du har inte riktat detta så lejt, nej. Vad tycker du inte damma? Hej, Thor! 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 Fæðunar tekkir mikið! Thor, komdu! Jósef, hlaupi á réttum maður! Fjólkurnaður! Þetta er bráða! Hjálpaði, og líf í maður! Ég mér reynda að bjarga þér. Það er óaldra sjálf. Já, ég skal róa. Við skiljum nú að íslensku landbúnaður undirstaða þjóðlífs á Íslandi og það með hagsmuni sveitafólksins að leiðarljósi sem ég hef fallist á að bjóða mig fram til Alþingis. Ég veit að við hugsum báðir á sama hátt. Anh thấy vậy làm phát đây là hay không? Já, einmitt. Coi rồi cũng vui ha. Akkurat, það var einmitt, já, svo tala út mínu hjarta. Já. Tối nay cũng vui. Einar! Veistu hvað orðið framorðið? Happy daughter. Talk about things you'd like to do. You've got to have a dream. If you don't have a dream, how you gonna make a dream come true? And if you don't talk happy, and you never have a dream. Halló strákar, velkomin frá Akureyri Daniel, eða varstu kannski færi? Segðu mér, Katrín, hvernig vissir þú að við þurftum að bregða okkur frá einmitt í kvöld? Æ, ég þekkti ykkur strax. Það voru fleiri þið á verti í Vestmannaeyjum. Svo sá ég hina myndina. Hér á eftir hörkugóð bíómynd með Andy Garcia, Nótt í Manhattan eða Night Falls on Manhattan. Färjönar búa höfðiga tvær, sjöndar og sekundur ræta tvær. Norðursmenn dansir vel í stillum, stillir ykkur allar rittara. Norðursmenn dansir vel í stillum. Undur búi skjúa já, tröndur börja götu var. Norðursmenn dansir vel í stillum, stillir ykkur allar rittara. Norðursmenn dansir vel í stillum. Undur búi skjúa landi, tröndur börja götu sandi. Norðursmenn dansir vel í stillum, stillir ykkur allar rittara. Norðursmenn dansir vel í stillum. Grammur var tröndur, hann hósaði illt og Sigmundur hefur var væslu spilt.